Við erum komin í viku 2 í vegforritun 1 þetta haustið. Við ætlum að halda áfram með efnið sem við byrjuðum að fara yfir í seinasta tíma. Við ætlum sér í lagi að fara yfir HTML og klára þá yfirferð í dag. Áður en við byrjum síðan á CSS í næstu viku. Þannig að það sem við ætlum að gera í dag er bara að fara aðeins yfir dæmi tengt námsefni vikunar. Og við ætlum að skoða þessi dæmi sem eru sérstaklega tiltekin hérna. Við ætlum aðeins að kíkja kannski yfir lykilhugtök sem eru í þessari og seinustu viku. Og síðan ætlum við að setja nokkuð tól, HTML validatorinn, AX viðbótina. Ég ætla að sýna ykkur eitt viðbót sem heitir Prettier sem getur hjálpað okkur við að skrifa HTML. Og síðan ætlum við að ræða verkefni 1 og verkefni 2 í lokin. En til að byrja með smá hluti sem ég náði ekki að fara yfir í seinasta tíma eða sagði ekki, en það er alltaf búin að koma nemendur sem báðum að hafa lokaprófið á ensku, þannig að lokaprófið verður á ensku. Ég sendi það í tilkynningu og það kemur líka þegar nær dregur, eins og við tölum þannig í lok september þegar próftablan kemur. Og síðan er það með þetta að nú eru þið búin að setja eitthvað upp og farin að vinna í verkefni, vonandi, og lendi kannski á einhverjum vegg eða lendi í einhverjum vandræðum og þá hafið þið nokkra leiðir til þess að fá aðstoð. Þið getið spurt mig, þið getið mætt í dæmitíma og fengið aðstoð þar, en dæmitímar eru núna komnir í töflu. Þið getið googlað eitthvað, sem er bara mjög algengt þegar maður er að vinna með forritun, að vera að googla alls konar hluti. Eða þið getið notað þetta tól sem við erum búin að vera að sjá núna seinasta cirka 1,5 árið sem eru svona stór málulíkön. Þannig að bara sem dæmi þá er hérna bara ChatGPT sem við getum annaðhvort notað eða við getum notað Claude frá Google sem er svona tiltölulega nýlegt. Ég persónulega ekki notað það. Svo eru önnur módel til dæmis í Visual Studio Code er þetta að setja upp GitHub Copilot sem að hjálpa manni við að skrifa bara inline forrit það sem maður er að gera. Svona út frá því sem þú ert búin að skrifa þá gæti verið að þú ætlar að skrifa þetta næst. En hvernig við notum þetta er svolítið svona mikilvægt. Af því að, sem ég nefndi aðeins í seinasta tíma, þá er þetta ekki greind, þó þetta líti út fyrir að vera ótrúlega klárt og mjög sannfærandi, heldur er þetta bara tölfræðilegt líkan, byggt á rosalega mikið af gögnum, sem bara út frá því sem við erum búin að skrifa, gefur okkur líklegasta næsta staf eða orð í því sem við erum að spá í. Þannig að þó svo að það komi og segi sure, þá þýðir það ekki að það sé rétt. En þetta getur samt sem áður verið mjög gott tól til þess að fara í gegnum og prófa sig áfram og fá einhverjar hugmyndir. Og það náttúrulega er þjálfað á íslensku og er bara nokkuð svona skilur samhengi í íslensku. Og við getum bara til dæmis farið hérna og tekið verkefni 1 og bara eitthvað, ok, ég er komin að stað með þetta en ég veit ekki alveg hvað eru skrefin. En við gætum farið, ég ætla að gera þannig að þið sjáuð þetta, þannig ég ætla að fara hérna í incognito og opna þetta þannig að ég sé ekki skráður inn. Þannig að þá sjáuð þetta cirka svona. Þannig að skipta hérna yfir í, hvað er þetta hérna? Ég ætla að fara í kveikja og hafa þetta þannig að við séum bara í, ekki dark mode var ætlunin, svona. Og það styður það ekki hérna, ok, allavega. Þannig við ít á þetta og getum farið hérna í raw út af því að þetta hérna er bara ákveðið skjal sem er í möppu, bara eins og við tölum seinast. Við höfum eftir að fara nánar í þetta þegar við förum í GitHub og Git. En þetta er bara skjal sem er einhvers staðar á tölvunni minni. Þannig að ef ég fer bara hérna og ég opna Visual Studio Code, ég segi Open Folder, og ég fer bara hérna undir mitt skipulag, hérna eru verkefni fyrir haustið, ég opna hérna verkefni 1, ég geri Open og þá erum við komin á þennan stað sem við vorum að vinna með texta í seinasta tíma og hérna er readme.md og hérna er texti sem er skrifaður í Markdown sem er ákveðið form
af markup máli. En ef við skoðum hérna, þá eru þetta nákvæmlega sömu gögnin. Þannig ég skrif eitthvað í Markdown, ég setja það upp í GitHub, það túlkað þar yfir í HTML, út af því að Markdown og HTML er bæði markup mál, það hægt að þýða á milli þessara tveggja hluta. En ef ég fer hérna og skrifa í þetta raw, þá fæ ég bara nákvæmlega sama textan hér og ég er með hér. Þannig ef ég bara gerir hérna og ég bara pasta, þá er þetta bara nákvæmlega sami hluturinn. Ok, okkur er að tala um þetta. Þetta er svona, við erum aðeins að fara hérna bak við tjöldin, en það sem við viljum hérna er bara komast í textan fyrir þetta. Við gætum líka farið hérna, copy-pastað allt þetta hérna, nema hvað gerist þá? Þegar ég copy-pasta þetta, hvað gæti gerst við það? Það er tengt því sem við byrjuðum að tala um í seinasta tíma. Ef við horfum á þetta sem bara eina birtingu á textanum, þá gæti eitthvað tapast og sér í lagi gæti merkingafræðin sem eru bak við það hvernig þessi texti er settur upp tapast. Þannig ég tek hérna, ég copy-pasta þetta, ég pasta þetta hér og sjáðu hvað vantar þetta hashtag hérna Octothorpe hérna sem er, ef við draugum þetta núna svona, höfum hérna hlið við hlið. Í Markdown þýðir eitt svona merki heading 1, sem mikilvægasta fyrirsögnin. Hérna er sú merking glötuð. Það er ekkert sem segir að þetta hérna, þessi setning sé eitthvað annað en þessi hérna setning. Þær eru nákvæmlega eins að því leyti að þær eru bara línur á texta sem fara bara niður. Hérna þýðir þetta eitthvað af því að ég er að skrifa Markdown. Þannig að það þýðir fyrirsögn 1, fyrirsögn 2, bullet listi, fyrirsögn 2 og svo framvegis. Og við sjáum það hérna að hér er birtingin hjá GitHub búin að túlka Markdownum mitt yfir í HTML. Þannig að við tengjum aftur við þetta á eftir. En ég tek þetta og ég fer hérna og ég segi Dear ChatGPT, I'm having trouble getting started on this project. Can you please advise? Alltaf gott að vera kurteis og þá ætla ég að taka þennan texta með samhenginu af því að samhengi getur skipt máli þegar maður líka er að spyrja eða þú veist þegar að senda í svona mállíkun. Við þetta á enter, þá tekur þetta við þessu og þá kemur hérna eitthvað, ok, nú ætlum við að brjóta þetta niður í manageable steps, þannig að þetta er núna bara strax búið að segja eitthvað, hey, út frá því hvernig samhengið í textanum á lýsingunni er, að þá skulum við fara í gegnum þetta skref fyrir skref. Og þá sjáum við hérna að þetta er skrefin sem við fórum yfir í seinasta tíma. Setja upp environmentið. Environmentið, umhverfið, er það sem við vinnum í. Annarkvort Visual Studio Code eða Sublime. These are great for editing HTML files. Og svo þetta hérna. Create a folder named something. Þetta er það sem við vorum að gera í seinasta tíma. Create another folder named im to store your image. Svo kemur bara hérna. Svo reyndar fer þetta svolítið langt í því að gera bara það sem á að gera. Og hérna, þú veist, ekkert frábær íslenska, en skilst. Og svo gerir þetta hérna, svo gerir þetta hérna, og hún hérna, compress. Við þurfum þess ekki, við sáum það í Netlify, við gátum bara dregið möppuna yfir, það var nóg. En við getum líka gert þetta og uploadað, já, hún er reyndar að segja hérna til Canvas, ok. Not a zip file, ok, þannig ruglaðist ég, þetta er bara alveg rétt hérna. Og svo bara alveg niður í submission. Út af því að textin sem er pastuðinn segir ég þarf að setja þetta inn á Canvas. Þetta mállíkan er þjálfað, það veit hvað Canvas er. Af því að Canvas, það eru örugglega 20.000 eða ekki 100.000 af síðum á netinu sem er búið að þjálfa þetta mállíkan á, sem veit hvað Canvas er. Þannig að það skilur samhengið, þú átt að skila í Canvas til þess að segja, til þess að skila í Canvas þá gerir svona, svona, svona. Þetta, mjög gott hérna, gott, þú veist, og þetta er bara eitthvað, ok,
thank you. I'm having an issue with step. Hérna Netlify 5. I get an error. Og svona getum við svona fáum við mjög svona eitthvað, hey, þetta getur verið það. Og þetta oft það að lýsa vandamálunum sem maður lendi í, getur oft verið nóg til þess að koma manni í þangaganginn til þess að sjá hvaða sem að maður gerir vitlaust. Þetta oft talað að rubberdökka, að taka gula önd og lýsa þessu fyrir gulu öndinni, hvað að gerast. Bara alveg í basic, bara skref fyrir skref. Ég að reyna að gera A. Ég gerði fyrst X og svo Y og svo A. Ég gerði Y ekki alveg rétt. Og bara við því að lýsa hlutunum, þá fáum við oft hugmyndunum það hvað við erum að gera vitlaust. Þetta getur verið þannig tól. Skulum ekki nota þetta sem tól, þannig sem við segjum eitthvað svona og svo förum við copy-paste, skila. Þá lærið þið ekki neitt. Þið fáið góða einkunn, en þið lærið ekki neitt. Og ef þið gerið það í gegnum öll verkefnin, þá þið bara eins og einhver páfagaukur að elta einhvern páfagauk sem búinn til úr einhverjum vélum sem með svona ákveðnum reglum. Þannig að þið eru lélegri páfagaukur en lélegi páfagaukurinn. Af því að það skiptir mig engu máli hvort að þið náið þessum áfanga eða ekki. Það sem skiptir mig máli að þið skiljið það sem að gera og þið farið út í heiminn vitandi hvað að vera vefforritari og skiljið hvað að gerast. En það eitt að klára bara áfangan og það annað að skilja hvað áfangi snýst. Þannig að við viljum skilja hvað þessi áfangi snýst og það, þá þetta annað verkfæri, ekki eitthvað sem þið ætlaði að nota bara til þess að klára verkefnin og bara skila og ná. Þannig að þetta og ég hvet ykkur til þess að nota þetta, en nota þetta ábyrgt og ef þið lendið í einhverju og þið sjáu eitthvað skrítið eða það kemur eitthvað hérna, hvað þetta? Þá getum við bara að tala það. Það ekkert mál. Af því þetta hérna og þetta verkfæri sem við getum nota. Ok, einhverjar spurningar? Ok. Þá ætlaði ég aðeins að skoða hérna dæmin sem við höfum, en líka vafra, að þegar við fórum aðeins yfir hvernig við setjum upp hérna textaritilinn í seinasta tíma og þá var ég með þennan hérna vafra og hann heitir Arc, ég nefndi það svona aðeins, en Arc vafri sem að notar sama á baka tjöldin og Chrome til þess að birta HTML, CSS og JavaScript. En það eru aðrir vafrar eins og bara Chrome sem birtir þetta nákvæmlega eins. Hugsanlega geta verið örsmáir núansar, svona smá einhver munur. Mjög ólíklegt, en svo getum við verið með Firefox sem síðan annar vafri. Hann líka vill hafa mig í dark mode, þó svo ég sé ekki sænarinn hér, en ég það ekki heldur hér. Og þarna kannski aðeins meiri líkur að það sé einhver munur á því hvernig hlutinni birtast. Og þarna aðeins munur á því síðan hvernig það að setja upp og nota ákveðin verkfæri sem vafrarnir bjóða upp á. Og það þannig að þegar við erum að vinna með HTML, CSS og JavaScript, þá eru þetta tvö verkfærin okkar. Það textarillin okkar og það vafrinn sem við notum. Og við skrifum eitthvað í textarillinum og við birtum það í vafranum eins og við sáum í seinasta tíma. Þannig að ef við lokum eitthvað af þessu hérna og komum okkur aftur í að geta séð þetta hérna hlið við hlið. Svona. Þá þetta bara dæmi sem við vorum að gera í seinasta tíma. Ég hérna ennþá með live server. Ég kveiki á honum. Það opnast hérna. Minkum þetta aðeins. Og þetta hérna. Og þetta birting. Þannig alveg eins og hérna, það sem ég var að sýna á þann að ef ég hefði skrifað í Markdown þetta fyrsta fyrirsögn, en þetta fyrsta fyrirsögn í HTML. Þetta hérna, að þýða úr þessu yfir í þetta mjög einfalt. Þetta mjög beint af augum. Þess vegna þetta, samhengi skiptir máli og semantíkin skiptir máli. En hérna við bara að segja, þetta heading nummer 1, eitthvað texti og heading nummer 2. Og hérna erum við með einhverja merkingu í öllum þessum elementum. Síðan birtist þetta hér
En það sem við getum farið hérna að ég get hægri smellt og gert view page source og ég get séð kóða hérna, kveikjum á þessu line wrap og þá sjáum við, jú, þetta alveg nákvæmlega eins hérna, þangað til við komum að þessu hérna elementi. Þannig áður en að þetta klárast, þá kemur eitthvað hérna, comment, sérst ekkert rosalega vel að þetta svart, code injected by live server. Þannig hérna kemur einhver JavaScript kóði sem við vitum ekkert hvað gerir þannig séð og hann sá kóði sem að leyfir því að gerast að ég setja eitthvað hérna að þetta uppdatast jafnóðum. Það opnað WebSocket gátt á milli vafrans og server sem búinn til hérna innan Visual Studio Code og hann sendir skilaboð úr Visual Studio Code yfir í vafran sem segir hei, það hefur eitthvað uppfært og það uppfært í vafranum. Þannig að það ein leið til að sjá hvað að gerast. Þannig að við getum bara farið hérna inn á hi.is eða hvaða vef sem og gert view page source og við sjáum hérna HTML source eða grunnkóðan fyrir hi.is og hann mjög mikill og langur og við getum gert hann ennþá lengri með því að kveikja á line wrap sem við sjáum bara þetta allt HTML-ið sem býr til vefinn fyrir hi.is en þetta ekki CSS-ið og þetta ekki JavaScript-ið af því að það síðan í sér skrám yfirleitt þó það gæti verið eitthvað svona laumi sér inn eitthvað CSS eða JavaScript-ið þetta eins og þessi live server kóði þarna sem við sáum og þetta á við allar vefsíður sem skoðið. Þið getið skoðað nákvæmlega HTML-ið, CSS-ið og JavaScript-ið af því að það allt opið. Þetta opinn staðall, vafrarnir virka ofan á því og vafrinn verður að geta sótt HTML-ið og vafrarnir ekki hingað til allavega að læsa því að komast í þessi frumgögn sem notuð. Og þetta var náttúrulega frábært þegar hérna í gamla daga þegar allir voru að byrja. Þú gast bara tekið þetta, afritað það sem þú varst að skoða, opnaði í einhverju textaritli og breytt í og búið til vef. Þannig lærðu eiginlega allir að búa til vefi hérna í kringum svona frá 93 til í kringum 98, 99 þegar þetta fór að verða svona að einhverju hérna alvöru starfi sem síðan sprakk í loft upp hérna í .com bublunni. En í dag erum við samt að sjá oft á tíðum svona kóða ekkert sérstaklega læsilegan. Það svolítið erfitt að skrifa eða lesa og skilja hvað að gerast hérna. En ef við værum nógu þolinmóð þá getum við það. Þannig að þetta HTML og það að geta skoða þetta í vafra. Síðan annað sem að vafrinn gerir, það að túlka HTML-ið okkar yfir í nákvæman tré-struktúr sem birtur. Og þá getum við farið hérna, hægri smell og gert inspect. Slökka þessu. Þá opnast hérna DevTools, Developer Tools. Aftur að stakka. Og þá get ég núna hérna farið yfir í Elements sem sýna mér bara nákvæmlega þau element sem ég að skoða og ég get skoðað og ég get farið og ég get valið og ég get breytt og ég get átt við kóðan. Ég ekki að gera neinar breytingar sem eru fastar. Þær hverfa leið ég hleð síðunni aftur en á meðan að ég að vinna í og forrita þetta sem vefforritari þá get ég skoðað hvað að gerast hérna. Vafrinn að túlka HTML mitt rétt. Og þá getur það verið hérna til dæmis. Ég ger eitthvað svona og ég gleymi að loka einhverju elementi. Ég vista þetta og þá sé ég hérna að núna allt í einu H2 elementið mitt hérna farið að taka utanum miklu stærra mengi af elementum en ég ætlaði. Og allt í einu komið með P-element inn í H2 elementi. Og þá fyrir við að hugsa, ok, HTML element eiga sér einhverja merkingafræði, en þau eiga sér ekki merkingafræði í einrúmi. Þau öll að
eiga heima þarna saman. Hvað þýðir að vera með málsgrein inn í fyrirsögn? Er það ekki bara merkingarleysi? Þannig að þetta svona, vafrinn bara eitthvað, ég viti hvað þú vilt, ég ætla að reyna að birta þetta og það út af því að vafrar eru búin að vinna ofan að þessum opnu stöðlum síðan fyrsti vafrinn kom út og geta í dag ennþá birt vefi sem voru skrifaðir í kringum 95 eða jafnvel aðeins fyrr eiginlega nákvæmlega eins og fólk sá það þá. Þannig að þeir taka það sem var intentið hjá þessi skrifaði á þessu tímapunkti og birta það ennþá í dag eins og það birtist þá. Þannig að vafrar eru rosalega backwards compatible. Það virkar í dag það sem hefur virkað áður. Þó svo náttúrulega kom eitthvað upp sem að valdi vandræði með eitthvað svona. Þannig að vafrinn alltaf að fara að gera eins og vafrinn getur til þess að birta það sem við birtum honum. Við segjum að ég birta sem þá HTML okkar og svo CSS okkar. Aðeins öðruvísi með JavaScriptið. Það getur allt sprungið í loft upp og ekkert birst. Þannig að þá hérna, ok, hvað merkir þetta og hvað hefur að gera og ef þið farið að skrifa eitthvað HTML og það fyrir að vera eitthvað skrítið og að því að þið gleymduð bara að loka einhverju elementi, þá getur það verið frústrerandi hlutur. Og þá höfum við nokkuð tól til þess að vinna gegn þess, sem ég ætla að fara samt yfir í næsta tíma. En þið getið byrjað að skoða og þá getið við farið hérna í extensions og við ætlum að setja upp validator og það hérna W3C Web Validator. Check the validity of your HTML, CSS files in one click. Þannig að þar setjum við upp eitthvað tól sem leyfir okkur að sjá, heyrðu, það sem ég að skrifa, maker það sense? Það rétt samkvæmt staðlinum? En síðan annað sem við þurfum að hugsa og ætlum að skoða líka aðeins í hérna eftir að tökum smá pásu, eftir smá stund, sem eru bara hver öll hin elementin. Nú erum við búin að sjá hérna eitthvað heading element og P og body og head, en þau eru töluvert fleiri. Og þá eru hérna, sem sagt, ef við förum hér og, nei, þetta er ekki að segja þarna, ég ætla að opna þetta hérna. Hérna eru sem sagt dæmi sem að ég tel mikilvægt að þið farið yfir, ef ekkert annað að þið farið yfir þessi hérna dæmi. En svo getum við líka farið hérna undir og farið hérna undir dæmi og þar sjáum við slatta af bara HTML skrám, stækkum það kannski aðeins, sem þið getið opnað og skoðað. Ok, hér eru dæmi heading element. Þá er eitthvað hérna, ok, hérna er þetta eitthvað article og main, það er farið yfir þau í sectioning, það eru element sem við notum til að búa til ákveðna kafla og ákveðin svæði innan skjalsins okkar. Þannig að við getum sagt, við erum með skjal, það er með eitthvað ákveðin haus sem að tiltekur hvert er heitið og hver er höfundur. Síðan erum við með hugsanlega nokkrar greinar. Ef við erum hugsum fréttavef, það geti verið bara mismunandi fréttir. Og innan hverjar fréttar erum við með ákveðna kafla. Það getur verið inngangur, meginmál, lokaorð, þetta getur verið ritgerð, þetta getur verið alls konar. Því að HTML er alveg sama. Það bara með verkfærin sem við höfum til að setja upp merkingarfræðileg skjöl. Síðan erum við með eitthvað site sem oft svona eitthvað pull quote eða eitthvað svona vissið þú að, eitthvað svona sem dregið til hliðar við meginmálið. Og svo höfum við oft eitthvað fót sem fylgir. Þannig að þetta eru svona sectioning element. Þannig að þeim hópað saman í þessa flokka sem hérna. Svo erum við eitthvað embedded. Þá það allir partur af verkefninu sem við erum að gera núna. Það að nota embedded elementið EMG sem að tekur og fellur inn mynd í skjalið. Bara fellur hana mjög bara, hendur henni þannig inn. En það líka aðrir hlutir sem þetta setja eins og til dæmis iframe, þar sem við tökum bara eitthvað skjal og opna það beint. En núna er þetta svona, ok, gott að blessa, ég get skoðað þennan texta hérna, en þetta er ekki rosalega gott að skoða eitthvað texta og reyna bara svona mynda sér eitthvað í huganum hvernig þetta birtist. Þannig að þið geti gert 3 hluti. Þið geti tekið þetta hérna
og sagt bara ok, frábært, ég ætla að kopía þetta allt og ég ætla að fara hérna, pasta þetta inn og ég ætla að segja að þetta hérna er interactive.html. Sjá, ég ætla að draga þetta yfir í hingað, þar sem við erum í dag og ég ætla að opna þetta hérna með live server og þá er hérna, en herru, ok, ég sé eitthvað hérna, það er eitthvað takki en það er eitthvað vídeo, en vídeo virkar ekki því að ég tók ekki með hljóðskrána eða vídeoskrána sem er verið að fella inn eða er verið að gera interaktiv. Interaktiv element eru element sem ég get smelt á og gert eitthvað við. Þannig hérna er verið að vísa í eitthvað sem er ekki til. Ok, þannig að þetta er kannski ekki besta leiðin til þess að skoða þessi dæmi. Ég gæti farið hérna og ég á eftir að setja link á þetta. Ég bara fatt að ég glimti því áðan. Ég er að fara smá hérna bakdyra leið að þessu. Þannig ég á eftir að setja inn þessa slóð. Senda hana sérstaklega, er að nótera hérna hjá mér svo ég gleymi því ekki. Að hérna er í raun allt efnið birt sem HTML. Þetta er svona svipað, þetta er svona þetta er önnur birting á þessu nema þá get ég farið hérna og ég get farið núna á gagnvirka element eða interaktiv og þá fæ ég birtinguna á HTML-inu. Þannig að ólíkt því sem ég er að gera hér, þar sem ég er að skoða grunnkóðan að þessu. Hérna. Hér sé ég grunnkóðan, þannig að við sjáum hérna, hér er verið að vísa í Big Bunny. Hérna er Big Bunny að spila. Þá get ég gert view source hér og þá sé ég nákvæmlega það sem ég var að skoða. Og ég get séð hvernig þetta hagar sér, ég get prófað hérna, ég get gert inspect, ég get farið í body, ég get farið hérna, ég get séð hvernig þetta er, ég get spilað þetta, það heyrist ekki en þetta er eitthvað grafmeðla að tjá sig. Ég get séð hérna einhver tengill og hérna einhver takki og ég get skoðað hvernig dæmið birtist. Síðan er þriðja leiðin, þið gætu farið hér og sagt bara download zip og þá fáið þið bara allt sem er hérna inni og getið unzippað einhvers staðar hjá ykkur og skoða dæmið síðan þar. Eða fjórða leiðin, og svo seinasta sem ég ætla að segja ykkur frá, er að klóna þetta með GitHub. En við munum skoða það eftir cirka 4 vikur. Ég ætla ekki að fara nánar, en þeir sem vilja geta skoða það og ef þeir lendi í vandræðum geti heyrt í mér eða dæmitímakennunum, en það er það sem við munum gera síðan í lok, bara eftir 4 vikur, miðbik áfangans, að hérna nota GitHub. En þangað til ættu HTML og CSS dæmin að geta birt þau bara í gegnum þetta hérna og séð þau þar. Ok, einhverjar spurningar? Já. Kóðan fyrir verkefni 2. Já, förum nánar yfir og eftir, en ég skal bara sýna ykkur hérna. Til þess að komast í verkefni 2, þá er það hérna, verkefni 2. Hér er lýsingin á verkefni 2 og hér er eftir að taka eitthvað út hérna. Það er engin gefin kóði þannig séð í þessu verkefni, heldur eru bara engin HTML, heldur eru bara lýsing á því sem þarf að gera og gefin síðan gögn og hérna er til dæmis gögnin sem eiga að vera á forsíðunni. Þá að vera þessi hérna fyrirsögn og þá að vera þessi hérna inngangstexti og þessi hérna mynd. Og ef við förum hérna í raw, eins og við gerðum áðan, þá getum við fengið þetta og við getum auðveldlega að copy-pasta þetta yfir. En ég ætla að sýna ykkur, ég ætla að koma ykkur á stað á eftir með því að bara byrja á þessu verkefni þannig að þið getið séð hvernig það hagar sér. Eitthvað annað? Já. Ekki með elements í
í hérna DevTools, í hvað vafristu? Firefox. Ok, þá skulum við bara opna Firefox hérna. Þannig að þá getum við farið hérna, ég get gert inspect og þetta er eins, svona heitir eitthvað aðeins öðruvísi. Ég get farið í view, tools, browser tools, web developer tools. Þannig að það heitir ekki DevTools, þetta er web developer tools í Firefox. Þá er það þessi hérna, þetta shortcut líka, en yfirleitt er best bara að fara að hægri smella inspect. Þá opnast eitthvað, þá heitir það ekki elements, heldur inspector. Þannig að það er bara það sama í Firefox. Þetta eru þessi litlu munir, eða svona, já, sem eru á milli þess að vera í vöfrum. En þú getur gert eiginlega allt sem þú getur í þessu og ef þú lendir í því að geta ekki, þá getur alltaf hoppað yfir í Chrome og nota það. Síst eru DevTools í Safari, en það er alveg hægt að læra að elska þau. Það er erfitt en það er hægt. Eitthvað fleira? Er það ekki bara kjörið að standa eins upp og fá frískt loft?